Það ætlum að halda áfram í þessari kosningaútgáfu af föstudagsþættinum og næstur við komum með góða gesti frá Viðreisn. Verið velkomin, bæði tvö. Takk fyrir það. Byrjum kannski á því bara örstutt af hverju Viðreisn var til. Já, Viðreisn var til vegna þess að við töldum að veri skortur á frjálslyndu afli, afli sem setti almannahagsmuni í öndvegi og það er allt of margir sem eru bara að hugsa sérhagsmuni og við reynum að hugsa hagsmuni neytenda. Okkur fannst þá rödd vanta á Alþingi. Hver er bakgrunnur þinn og hvers vegna ákvaðst þú að taka þátt? Bakgrunnur minn? Já, ég er sem sagt ættuð austan á Mýrdal. Mamma mín er sauðfjár- og ferðaþjónustubóndi austur í Mýrdal í Sólheima hjáleigu. Þannig að ég kem sérst úr sveitinni. En ég fór síðan og er búin að vera að kenna við Háskóla Íslands stjórnmálafræði, menntuð í alþjóðastjórnmálum og frönsku. Og ég kem síðan bara inn í Viðreisn. Ég frétti að það væri þetta öfluga frjálslynda afl sem svona þetta hreyfiafl í samfélaginu sem væri einhvern veginn að byrja að myndast og fara af stað og ég var strax mjög spennt og langaði að taka þátt og bara mætti á fund hjá Benedikt og félögum. Er einhver málaflokkur eða málefni í þínu kjördæmi sem þér sérstaklega hugleikið? Það eru auðvitað samgöngumálin sem eru mjög stórt mál og ferðaþjónustan, landbúnaðurinn, sjávarútvegurinn. Þetta er náttúrulega stórt kjördæmi og mjög margir og mismunandi hagsmunir. Þetta er svolítið skemmtilegt kjördæmi að mörgu leyti. Það eru í rauninni ekkert mjög margt sammerkt kannski með Suðurlandsundirlendinu og annars vegar og síðan Reykjanesinu hins vegar. Þannig að á stuttum tíma í stjórnmálum er maður búin að fara mjög víða og læra alveg ótrúlega margt. Þannig að þú nefnir málaflokkana. Ef bara tekur eitthvað eitt, hvað myndirðu vilja gera? Hverju myndirðu vilja breyta? Ég auðvitað segja að við þurfum að gera samgönguna þannig úr garði að þær þjóni bæði þeim þeim er alltaf að fjölga sem að búa á svæðinu. Þeir sem að búa í Árborg og þeir sem búa á Reykjanesi og síðan er fólk alltaf að færast austar líka á sama tíma og ferðamannastraumurinn er að aukast alveg gríðarlega á þetta svæði og þess vegna segi ég að ferðaþjónustan og samgöngurnar séu eitt stærsta málið fyrir mitt kjördæmi. En annað mál sem er auðvitað gríðarlega stórt fyrir kjördæmi líka, það eru gjaldmiðlamálin. Og af hverju segi ég þetta? Nú vegna þess að ferðaþjónustan er auðvitað gríðarlega háð því að vera með stöðuleika og gjaldmiðillinn okkar eins og hann er í dag, hann býður ekki upp á þennan stöðuleika sem greinin þarf á að halda og þess vegna höfum við í Viðreisn verið að leggja svona ofsalega mikla áherslu á stöðugan gjaldmiðil til þess að meðal annars þjónast ferðaþjónustunni, en líka þessum greinum sem eru alltaf að verða stærri og stærri og við viljum að verða stærri og stærri og það eru þessar hugvitsgreinar, þessar skapandi greinar. Þú býrði fram hérna í Norðausturkjördæmi, þú býrði ekki hérna. Hvers vegna ákvaðstu að bjóða þig fram hér? Mér langaði bara til þess. Ég á rætur hérna, pabbi fæddist á Norðfirði og afi minn er frá Húsavík, sem satt í móðurætt, þannig að má segja að ég sé svona 3/4 ættaður úr kjördæminu og bara sem strákur þá heyrði ég mikið talað málefni kjördæmisins þegar pabbi og systkini hans voru að tala saman og það hefur alltaf bara blundað í mér að þetta væri áhugavert svæði og þegar Þannig þetta er ekki svona taktík, líklegast ég kom inn ef ég fyrir þessu Nei, það er það nú ekki, en mér hefur líka það afskaplega vel. Sumir hafa verið að spyrja, finnst þér ekki erfitt að fara í svona stórt kjördæmi? Af hverju fórst þú út á landa, af hverju fórst ekki annaðhvort Reykjavík kjördæmi? Mér finnst þetta bara að vera það skemmtilegasta sem að ég geri, er að fara hérna á milli, heyra í fólki, heyra vandamál fólks og fyrirtækja og þeirra hugmyndir lausnir. Það er bara lúxus. Tala nú ekki ef það er borgað fyrir það líka, þetta er mjög skemmtilegt. Nú varstu uppbótarþingmaður, er það ekki í síðustu kosningum, kemur inn sem uppbótarþingmaður Norðausturkjördæmis og verður fjármálaráðherra. Sumir hafa nú sagt, er þetta lýðræði? Já, ég held að sé nú lýðræði vegna þess að ef maður hefði skoðað þetta, ef það hefði verið 10. þingmaður kosinn beint, þá var ég næsti þingmaðurinn líka sko. Þannig að það var mjög sanngjarnt og ég held að það hafi hjálpað kjördæminu líka að vera með fjármálaráðherra. Ég hef verið mjög viljugur til þess að koma inn í þegar mál hafa komið upp. Til dæmis þegar Vaðlaheiðargöngin voru komin í þrot síðastliðið vor, þá þurfti ég ekki að hugsa mig eina einustu mínútu það að ég myndi beita mig fyrir því að ríkið myndi koma inn með viðbótar fjármagn til þess að ljúka því og þannig að það tefðist ekki með einasta dag og
það nokkur dæmi það. Það skiptir miklu máli finnst mér að öll kjördæmi hafi sína fulltrúa, þess vegna hef ég aldrei verið hrifinn af því til dæmis að gera landið að einu kjördæmi. En þetta var náttúrulega stuttur tími, náður áorku einhverju? Já, ég nefndi nú þetta, ef við erum að tala þetta. Ef við tölum málefnin almennt þá erum við búin að borga niður mjög mikið á skuldum ríkisins og þetta auðvitað kannski ekki ofboðslega spennandi að gera það, en það leiðir auðvitað til þess að vaxtabyrðin hefur lækkað. Við erum búin að aflétta höftum, við erum búin að lækka vexti og vegna þess að við leggjum mjög mikla áherslu á það að lækka vextina. Það er eitt af okkar meginmálum og fólk spyr þá, já, en af hverju gerðu það ekki meðan þið voruð við völd? Já, við erum búin að vera í 9 mánuði og vextirnir eru búin að lækka 0,75%. Það milli 20 og 30.000 á mánuði fyrir þá sem skulda það bil 20 milljónir í íbúð og það munar minna. Þetta er svona þögul kjarabót sem hefur orðið. Þannig að nú við erum búin að opna reikninga ríkisins. Við beitum okkur líka fyrir gagnsæi í öllu og þar sýndum við það í raun að við náðum gagnsæi. Nú getur við flett upp til dæmis hvað er fjármálaráðuneytið miklu í leigubíla eða áfengi eða eitthvað annað sem að þú vildi vita? Ég vil vita hvað er miklu í áfengi. Kottu með það, kallinn minni. Já, og við segjum það og ég hef sagt það, ef ráðherrar skamma sín fyrir einhver útgjöld vegna þess að það er hægt að fletta því upp, þá hætta þeir því bara og þá nærði þetta sínum árangri. Nú við höfum tekið af áfengisfríðindi ráðuneytanna, þannig að við erum að vinna auðvitað á mjög mörgum sviðum, en það er margt þetta ógert ennþá, þannig að það skiptir miklu máli að við fáum oft aftur kjör. Ríkisstjórnarsamstarf, sjáið þið, ég heyri það allavega og maður finnur það sem kjósandi, mann langar nú fyrst og fremst í ríkisstjórn sem heldur og við getum hætt þessu endalausu kosninga og baráttu og svona, já, flokkarnir, pólitíkin snúið svona mikið í rauninni flokkana sjálfa. Ertu búin að hugsa hjá þér, hvað sér þú fyrir þér, hefurðu áhuga á einhverju sérstöku ríkisstjórnarsamstarfi og þá með hverjum eða ertu búin að útiloka eitthvað? Nei, við útilokum enga hjá Viðreisn. Það er ekki anda lýðræðisins að gera það, finnst mér, persónulega. En drauma ríkisstjórnin? Nei, ég er ekki að hugsa þangað. Ég segi nú líka bara, þú veist, það eru örfáir dagar til kosninga og ég er bara á 150 kosningabaráttu. Ég er auðvitað bara að berjast til síðasta dropa og fyrir Viðreisn. Þetta segir mér í alvöru að þú horfir ekki á kannanirnar og segir, hvernig getur þetta fungerað? Ertu ekkert komið þangað? Nei, ég er ekki komið þangað. Ég er bara dálítið núna að berjast einn dag í einu að þessu markmiði og fyrir þessum málum sem við Viðreisn stöndum og ég segi sko, þegar við myndum ríkisstjórn, þú veist, ef við komumst í þá stöðu, þá þetta verða málefnin að ráða för og þess vegna er ég að reyna að berjast fyrir eins miklum styrk og við getum mögulega fengið í Viðreisn, þannig að við eigum betri möguleika á að vinna okkar málefnum brautagengi við mögulega mótun ríkisstjórnar. Það er lykilatriði. Hefur það áhrif á ykkur að nú virðist Viðreisn jafnvel að þú náir bara einfaldlega ekki inn á þing og það hlýtur að vera pínu áfall sem fjármálaráðherra? Síðustu kannanir benda nú einmitt til þveröfugs, það er að segja að við eigum bara ágæta möguleika á því að komast inn á þing, til dæmis ég, en það er alveg augljóst að það er hvert einasta atkvæði sem gildir, þannig að það gæti munað einu atkvæði eða 10, þannig að, en við finnum það að það er mjög margir sem að fylgja þessari stefnu og margir hafa spurt mig, hvað með svona frjálslynda stefnu á hún eitthvað upp á pallborði í dreifbýliskjördæmum, en ég hef fundið það til dæmis í gjaldmiðlamálunum að þá hugsi þessi hvergi meiri meðbyr heldur en akkurat hér, vegna þess að hér eru við með fyrirtæki sem að byggja útflutningi. Ef við skoðum 10 stærstu fyrirtæki þá er 96% þeirra sem byggja útflutningi. Þannig að ég held að hvergi skipti þessi barátta okkar meira máli. Allir græða á lægri vöxtum, þannig að ég held að Viðreisn á svo sannarlega heima á þingi fyrir dreifbýliskjördæmi líka. Ég er nú ekki bara að fara inn í símann, en heldur hérna er ég að finna spurningar frá áhorfendum og ég ætla að kasta einni fram að lokum, það er alveg heilar 30 sekúndur, sem er það ekki alveg típíski fjölmiðlamenn. Ég vil fá skýr svör stefnuflokkan í innflytjendamálum, sérstaklega vegna nýjukomna upplýsinga frá lögreglunni glæpagengi og fleira.
Já, þetta alveg ofsalega mikilvægt að við tryggjum öfluga löggæslu, það auðvitað lykilatriði og það eitthvað sem við Viðreisn stöndum fyrir að tryggja öfluga löggæslu og líka öfluga landamæragæslu. Það auðvitað líka lykil bara þáttur í hlutverki stjórnvalda hverju sinni, það að tryggja landamæri ríkjanna og að öll gæsla þar sé sem skilvirkust og best. En kannski bara bæta við að það skiptir líka miklu máli ef að menn að koma inn og sækja að vera hérna hælisleitendur eða flóttamenn, að menn fáir hraða og skilvirka afgreiðslu. Það á að vera réttur allra sem koma hérna inn og við megum ekki flýta okkur svo mikið að við vísum einhverjum frá sem ættu svo sannarlega heima hérna. Og við græðum á því líka ef hingað kemur gott fólk. Það þekkjum við vel í þessu kjördæmi. Alltaf með mannúðina að leiðarljósi. Takk kærlega fyrir komuna bæði tvö og við höldum áfram okkar kosningaumfjöllun eftir augnablik.